Komin að rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Það komið vetur. Ég fann það hérna þegar ég var að labba hingað. Það ískalt í Reykjavík, en það kyrrt og fallegt og allt í lagi með veturinn. Hann bara svona. Við höldum hérna áfram að reyna okkur átt okkur á þessum tímum sem við lifum, á tímum kórónukreppu og kórónufaraldurs, og við höfum tekið svona ýmis mál á dagskrá, meðal annars stöðu innflytjenda, og það hafa verið hérna 2 þættir og það sem hafa komið hingað konur af fyrstu og annarri kynslóð innflytjenda og rættu við mig stöðu innflytjenda í samfélaginu. Svona hvernig samfélaginu hefur tekist að aðlagast breyttri samsetningu þjóðarinnar, ekki hvernig innflytjendum hefur tekist að aðlagast, það nú allt of mikið kannski rætt það, en við höfum svona meiri áhuga á því að vita hvernig stofnanir samfélagsins og samfélagið sjálft hefur aðlagast breyttri samsetningu. Hingað til þess að ræða þetta eru komnar Gundega Jónlínana sem hefur komið hérna áður. Hún listmálari og starfsmaður á leikskóla og formaður Ung ASÍ og innflytjandi frá Lettlandi. Mirabella Blaga, hún lögfræðingur, túlkur og innflytjandi frá Rúmeníu. Hérna líka Jasmína Krang, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, sem kom hingað með fjölskyldu sinni á flótta frá stríðinu í Bosníu. Hérna Candice Godard, sem kom hingað ung kona frá Suður Afríku, og hér rétt ókomin líka Lubna Anbari, sem félagsliði og barn innflytjenda frá Marokkó. Hún rétt ókomin og mun skjóta sér hérna inn. En hérna líka Andao Tran, sem aðjúnkt við menntavísindasvið Háskólans, og ég bauð henni hérna sérstaklega því að mér langaði til þess að byrja þennan þátt á því að spyrja út í rannsóknir hennar á stöðu innflytjenda í skólakerfinu, og núna síðast gerði hún rannsókn sem byggði á viðtölum við aðra kynslóð Víetnama reynslu þeirra af efri hluta grunnskóla. Velkomin Andao. Geturðu sagt okkur svona í stórum dráttum frá rannsókninni? Já, ég kannski aðeins þetta rannsókn í rauninni það var rannsókn doktorsritgerðina sem Víetnamana, og þetta rannsókn í öðrum kynslóðum, þá var frá alls konar löndum sem krakkarnir frá. Ég ákvað að gera þessa rannsókn út af því mig langaði að vita hvernig skólakerfi vel undirbúna þau til að fara áfram í framhaldsskóla. En eins og það til að tengja þetta aðeins, ég talaði við með 20 nemendur af alls konar löndum, sem foreldrarnir voru alls konar löndum frá öllum 5 álfunum í heiminum, og þá ég líka ég tala við 20 krakka, 17 foreldra og líka með 8 kennara sem kenna þeim. En niðurstöðu þá þau voru takkilega vel startu á íslenskuna. En það gekk vel, svona 70% af þeim eignast íslenska vinir, en hinn 30% var svolítið í basli, bæði á íslensku og líka hafa vinir, og var ekki mjög vel startu að fara áfram í framhaldsskóla. Og það svona, og foreldrarnir voru svona 70% af þessum foreldrum voru mjög ánægðir, en teldu krakkarnir myndu að takast í framhaldsskóla, en hinn 30% voru mikið áhyggju af hvernig það myndi svona, hvað segir, framtíð barnanna sína. En má ég spyrja, hver munurinn á hópunum? Hvers vegna eru 30% krakkana sem eru í basli og foreldrarnir óánægðir? Það eftir því hvað langt síðan komu til landsins, hvaðan þau komu, í hvaða stéttu eru, hvort þau séu
Já, þessi krakkar, í rauninni allir sem 20 krakkar, allir þessar 20 krakkar voru fæddis hér á Íslandi. Þess vegna við varum skilgreina þau sem verkefni heitir rannsókn á árangri og áskorunum annarra kynslóða innflytjenda hvað varðar skólanám og félagsfærni. Og þessi krakkar voru fæddis hér á Íslandi. En munnurinn þá þessi krakkar sem með sem áttu foreldra annað foreldri Íslendingur, þá skiptir mikið máli. Ja, Candice. Hæ, Candice. Og krakkar líka sem með annað foreldri frá Norðurlöndum, það skiptir mikið máli. Með á móti krakkar sem svona foreldra sem með bæði foreldra af erlend uppruna, þá líka skiptir mikið máli hvernig þau funkar að læra íslenskuna. Og þar það líka hvaða skóla þeir eru, hvað mikið stuðningu þau krakkarnir hafa fengið til að takast í skólanum. Það annar mál. Og hluti af þessu nemendur sem hafa ekki takast að læra íslensku almennilega, þá einhvern veginn skólarnir þeim finnst að þau með eitthvað föllum að málþroska vandamál. En ég vil ekki að fara að myndi að vilja að skilgreina svona, að þessi krakkar hafa aldrei farið í neina próf til að staðfesta að þau eru með málþroska. Og ég spyrir á hverju eru skólarnir að skilgreina börnin þannig ef það hefur ekki verið gert próf? Er það eitthvað þægilegra fyrir skólan að skilgreina barn sem að gengur illa í skóla sem eitthvað að málþroskonum frekar heldur en að viðurkenna að það þurfi kannski að vera með öðruvísi viðbrögð af því að barnið býr á heimili sem ekki töluð íslenska heima? Já, ég bara fara eftir það sem skólarnir hafa sagt það. Eins og ég verð ekki farið sérstaklega að vera kannað af hverju þetta er. En aðeins bara skólarnir, þeim finnst krakkarnir hafa ekki farið nóg fram og hafa ekki lært íslensku eins og þau búa við. Hér eru mæður sem að eiga börn sem að eru í grunnskólunum. Ég veit ekki, það nú misjafnt staðan ykkar. Á sumum heimilunum eru Íslendingar annað foreldrið, annað staðar ekki. Kannist þið við að börnin ykkar séu í erfiðleikum í skólanum út af þau séu innflytjendur og fá ekki eins mikinn stuðning heima eins og kannski ef það væri báðir foreldrarnir innlendir? Og ég spyrja þig, Candice. Já, ég með yngstu dótturinn minn sem var að byrja í Fjölbraut núna í haust og gengur rosalega illa hjá henni. Við fluttum erlendis í nokkra ár og hún misti öll hæfileiki í íslenskuna. Það datt bara allt út hjá henni. Hún þurfti að byrja upp á nýtt þegar við komum aftur til Íslands. Og hún hefur lítið sem ekkert stuðning fengið með það. Hún fekk einhverju kennara sem átti að taka henni í einhverju tíma en það var happ og glapp ef það tókst. Og núna hún að byrja í Fjölbraut og vantar ennþá mikið svona grunnstöður í íslensku. Og
Já, það erfitt kannski út af COVID núna líka að dæma ef það verra núna en hefur verið að gefa þessi krakka aðstoð. En til dæmis fekk hún leyfi til að gera eitt verkefni í ensku sem hjálpar henni í helling, en hún með kennari sem neitar að gefa henni lesefni á ensku. Hún verður að lesa öll lesefni á íslensku. Og þetta tefja henni rosalega mikið. Hún mikið lengur að lesa á íslensku og það mikið meira erfitt og það myndi hjálpa henni helling bara með því að geta fá svona smá öðruvísi í lesefni. En það má ekki. Hún verður bara að lesa það sem á lesefnið og á leslistin og græði þetta bara. Þetta svona viðhorf sem hún hefur fengið frá kennurum. Og við höfum líka reynt að tala við námsráðgjafann til að aðstoða henni með þessi mál og lítil hafi gerst. Við erum ennþá að reyna að vinna í þessu svo hún getur fengið eitthvað auka stuðning. Þetta staðan hjá henni núna. Hún hefur hætt við nokkra fög til að létta á hans. Hún vill ekki hætta í skóla. Svo hún ákveð frekar að sleppa nokkra fög svo hún getur einbytt sér á þessi fög sem hún í. Svo já, þetta staðan sem hún í dag. Anda, má ég spyrja einu, í viðtölunum kom fram aðstoð sem að krakkarnir fengu í skólanum sem að var góð, sem að skipti máli eða réðst þetta mest af því hver staðan var á börnunum sjálfum og heimilunum eða? Já, ég má líka segja frá ég líka tók þátt í þetta verkefni sem Learning Spaces sem mjög stór verkefni sem Hanna Ragnarsdóttir stýrði sem var milli 2013 2015 og rannsóknin var bæði í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Og niðurstöðu sem við höfum fundið það að ef við nota fjölmenninga menntun, fjölmenningafræði í menntun, það besta leiði sem hefur takast að hjálpa krökkunum að læra betur. Og ég má segja líka þetta verkefni, það var að rannsækja kennsluhættir sem myndi að ganga betur fyrir nemendur af erlendum uppruna. Og það sem við fundum það ef við byggjum kennsla byggt á auðlinda að kunnáttu nemenduna, þá myndi að hjálpa mikið meira. Eins og þú var að tala Candice, ef hún með enskuna, þá að nota enskuna auðlinda tungumála nemendana til að hjálpa þeim að læra. Þá það mikið hjálp. Að þau kunna það það og hvernig við að nota það til að byggja á. Í staðinn að kenna, nota bara það sem þau vantar. Og viðhorfin líka skiptir mikið máli. Og hvernig við horfa á nemendur af erlendum uppruna eða annað kynslóð hvað sem þau að vanda eitthvað, þau með auðlinda. Og við skólakerfi að horfa á þau sem hafa mikið auðlind. Það ekki svo þau vanda, það sem þau vanda. Og það skiptir líka mikið máli. Ég var einmitt að hugsa það að eitt fag sem hún í vandamál með mannfræði. Og þau getur ekki sagt mér að það sé bara íslensk fagmenn sem getur ræða mannfræði. Og ef hún að lesa einhverju ensk greinar og efni frá öðrum, hún getur líka læra mismunandi vinklar sem hún getur svo sett inn í verkefni og tengja með þessi íslensk viðhorf. Þetta einmitt þessi, ein öðrun sem þú ert að tala Þetta fjársjóð sem ekkert að njóta. Akkurat. Það við horfum ekki á sem, það líka hvaða markmið. Markmið fyrir nefnduna að læra efni að læra íslenskuna.
við þurfum að horfa á, við erum að reyna að ná krakka að gera eitt í einu. Það sem við að kenna, hvernig kunnáttu við viljum að þau, ef við kenna íslensku þá já, við myndum að lesa íslensku, skrifa íslensku, fyrir nefnendur að geta æft sig til að skrifa, læra að lesa eða tala íslensku. Og ef við erum að kenna eitthvað annað, þá er það kunnátt af íslenskuna sem við erum að kenna. Nú hljómar þetta svona, ef við reynum að hugsa þetta svona fyrir utan skólakerfið, að kerfið mætir nemendunum eins og þessu gallaðir Íslendingar. Þá vantar íslenskuna og það er eiginlega aðalvandamálið. En tekst ekki að sjá svona það sem að þeir koma með sér, að þeir kunna önnur tungumál og hafa fullt af getu sem að færi ekki að en þeir fá ekki að njóta sín nema þeim takist einhvern veginn að verða Íslendingar fyrst. Það verði bara alveg eins og Íslendingar. Má ég pröfa að spyrja ykkur hinnar eins og ég má spyrja þig, Jasmína. Er þetta kannski svona almennt viðhorf til útlendinga? Þeir séu fyrst og fremst gallaðir Íslendingar eða svona ekki sérlega góðir Íslendingar og að í samfélagið og stofnanir þess sjáu kannski ekki verðmætin í fólkinu sjálfu? Ég veit ekki hvort að það sé almenn skoðun alla Íslendinga, hvort útlendingar sé gallaðir eða ekki. Þannig að gengur náttúrulega misvel að læra tungumálið og það snýst aðalmálið. Það er ekkert allir, með þessa getu til að læra tungumálið auðveldlega. Því ég læri tungumálið mjög fljótt. Ég get alveg sagt að ég læri tungumálið einhverju 5 mánuðum og gat tala mig bara mjög vel og eftir ár þá gat ég alveg tala mjög vel. Það er ekkert alla að gera það. Það fyrir skipti máli náttúrulega aldurinn þegar þú kemur til Íslands, hvernig hvað fljótur að læra. Auðvitað börn eru mikið fljótar heldur fullara fólki. Síðan skiptir rosa máli líka viðhorf, hvort sem er það viðhorf útlendinga til tungumálakunnáttu, en líka Íslendinga til útlendinga og gefa þeim séns þegar þeir eru að reyna að tala íslenskuna. Við erum svona svolítið gjarnan að grípa í enskuna að því við nennum ekki kannski hlusta ekki góða íslensku, þannig það snýst líka þetta er alltaf samvinna. Þetta snýst alltaf í báða áttir. Ef ég á að tala við reynslu mína með 4 börn í grunnskóla og 2 börn ennþá eftir í grunnskóla, þetta er líka óbúslega vinna fyrir foreldra erlendum uppruna að leggja á sig að vera vel fær að kenna börnunum heima og sérstaklega ef þeim gengur ekki droslega vel. Ég meina, við erum með fólk sem er að mennta sig 5 ár í háskólanámi til að kenna börnunum og stundum eru þeir sjálf ekki eða hafa ekki tæki og tól til að leiðbeina börnunum skóla. Þannig þið sjáu hvað er lagt mikið á foreldrana þá heima fyrir til þess að læra þetta. Það er allt hægt, ég segi það nú ekki, ég tekki þetta eigin reynslu, ég lagði mig alla fram og það sem margir innflytjendur tala það þekki ég ekki. Ég þekki ekki að börnin mín koma heim og geta ekki lært. Ég þekki ekki að börnin mín koma heim, þau díla náttúrulega við þessa erfiðleika sem langt flestir íslenskir krakkar díla við, en þau díla ekki við erfiðleika við tungumálið. Og þar með kannski er það eitthvað sem ég gerði rétt í uppeldinu og ég lagði mig mikið meira fram, en það segir það ekki að aðri foreldrar þurfa að gera það sama eða við getum ætlast til þess. Hins vegar erum við með stofnanir og klárlega skólarnir eru stofnanir og krakkarnir eru þar. Þannig mér finnst ekkert óeðlilegt að gera kröfu til stofnana að kenna börnunum og finna. Við erum í réttri, kannski við erum að þróa þetta er alveg nýtt fyrir okkur og við hefum ekki verið með marga innflytjendur undanfarin ár, allavega ekki eins og kannski Norðurlöndin, þannig við þurfum líka meira reynslu, við þurfum að kanna þetta betur og finna réttu tæki og tól, en þetta er klárlega hægt að gera þetta. Og svo finnst mér persónulega lagt á mikið krafa líka að fólkið læri íslenskuna þegar við erum ekki leggja neitt í það að fólkið læri íslenskuna. Ég meina, það er engin frí námskeið, ríkið er ekkert að leggja neitt í þetta og ég meina, og hvernig, og svo vitum við það líka að yfirleitt börn og umönnun er alltaf á konum, þannig
þeir eru konur sem sýna þessu störfum og það eru bara rannsóknir, bara búið að rannsaka þetta margoft og benda til þess að konur erlendu uppruna vinna 2 tíma lengur heldur konur af íslensku uppruna. Þannig þarna líka hindrun fyrir, þú veist, til að leggja sig meira fram og hjálpa börnunum heima. Þannig þetta alls konar hindranir inn í kerfinu sem við getum alveg og megum alveg bæta og gera betur. Ég myndi segja það. Ég skil ekki til dæmis akkur ekkert íslensku námskeið á vinnutíma og greitt niður af ríkinu. Eitt dæmi. Það myndi hjálpa helling. Þú veist, það myndi fólk allavega læra. Það hvati allavega til þess. En ekki bara tala alltaf já, innflytjendur þurfa að læra tungumálið. Það gerist ekkert sjálft. Við þurfum öll hjálpa stað í þessu. Já. En ef ég megi líka bæta við menni inn í rannsókninni, ég meina, ef þú með eitt foreldri sem Íslendingur, þá myndi hjálpa, af hverju hjálpa það, ekki bara tungumálið, tala kunnátta. Við segjum það ef krakki kem heim með samfélagsfræði íslensku sögu til dæmis, fyrir foreldrar sem hafa ekki farið gegnum skólakerfi á Íslandi, þú þarf að lesa bók til að hjálpa krökkunum að útskýra fyrir þau, til dæmis. Og ef maður tala Njálssögu, og þá hvaða foreldrar af erlendum uppruna sem hafa lesið Njálssögur, allir hafa gert það. Og ekki tala við líka, ekki allir kunna íslensku og allir kunna ensku. Þá ekki allir krakkar sem komi inn í skólakerfi móðurmál, eitthvað tala ensku heima til að geta nota enskuna til að læra í skóla. Og þá bara við með að telja allt þetta og líka við hérna á Íslandi, við höfum alls konar fólk í vinnu og þá ekki allir sem með hámenntun sem koma til Íslands til að vinna, þá getur bara lært íslenskuna 1, 2, 3 og hvað þetta fólk hafa þetta reynslu að læra málið, hvað eiga hvort þau eiga eitthvað vestræna mál til að brúa yfir til að auðvelda þau að læra íslenskuna. Það ekki mjög einfalt mál þegar við leggjum á einhver foreldra til að hjálpa krökkunum með heimavinnu. Það var líka ég var sagt einu sinni að ég sem erlend kona, erlend móðir á ekkert að vera að hugsa að kenna barnum mitt íslensku. Þetta í rauninni ekki mitt verk. Ég á að kenna barnum mitt tungumál, mitt uppruna og hlutur mínu uppruna og deila það með barnið. Íslenskan í rauninni, ég var gift Íslending, svo í rauninni var þetta hans starf að hjálpa barnum í íslensku. Mér var sagt að þetta myndi bara hjálpa börnin, að því þá myndi þau læra jafnum báðar tungumálum. Ég veit ekki hvernig þetta náttúrulega þegar báðar foreldrar eru útlensk. Maður spyrja eitt, þetta eins þarna út netið heima hjá mér var tekið af, en þú varst að tala Alda skólana og efni eins og Njálssaga og allt það sem allir krakkar hér á Íslandi þurfa að læra. Segðu mér, en hvað með stuðning í skólum? Þú veist, ekki til, þú veist, eiga þessi krakkar þurfa ekki stuðning til þess að fara í gegnum þessi námsefni sem þau skilja ekki að stórum hluta? Auðvitað, alveg sjálfsagt, það var það. Ég meina, sumar skóla eru með þetta stuðningu, sérstaklega, ég segja, sérstaklega tíma, svona stofa sem krakkarnir getur fengið að fara þangað til að læra eða fá stuðningu í íslensku og hvað sem og ég ekki alveg viss að allir skólarnir í framhaldsskóla með þetta. Og það sem við maður alltaf að tala
þessa stuðningu sem vantar inn í skólanum. Mirabella, hérna, slökkt á mikrofóninu, Mirabella? Já, góð kvöldi. Já, ég bara til að taka eins, ég tek undir alveg, því staðan mín svolítið svipað eins og hjá Jasmína. Ég tel mig ekki hafa finna fyrir á börnunum mínu fyrir einhverju hindrun eða neitt slíkt í skólana meira en aðri íslenskir krakkar eru með en kannski öðruvísi staða hjá mér. Þú veist, börnum mín eru fædd á Íslandi og eru með íslensku pappi. En ég alveg sammála að það svolítið, það stendur á kerfi til að bjóða meira stuðning. Og svo líka ég ætla bara að reyna að spyrja henni Andá hvort aðlögun foreldra af erlendu uppruna hér á Íslandi að samfélagi hefur einhvers konar áhrif af aðlögun og barnana líka. Það alveg sjálfsagt. Ef þið skilir hvað ég að meina. Já, ég skil það auðvitað. Ég meina foreldrar sem það líka fara eftir hvað við tala aðlögun. Ef við foreldrar sem, hvað vinna foreldrar? Til dæmis. Ef við tala en ég sagði áður, það Ísland vantar alls konar fólk, alls konar vinnu. Það ekki allir koma hingað til að vera í vinnu sem með umhverfi sem tala íslensku, fá tækifæri að tala íslensku til dæmis. Jasmína, þú var að tala þegar við gerum þessa Ísland sem að gera þessa kröfu innflytjenda að læra íslensku og mjög oft ég að spyrja segjum þau að læra íslensku og hvað þau að nota íslenskuna? Eða það fara í fyrirtæki sem banana til og með, það eitt sem það gera, það pakka banana, ganske meira en banana, og ég bara segja það gera upp einfalt allan daginn, og fólkið sem vinna í kringum sig bara að tala saman tungumál sem það gera. Og spurningin ég með til dæmis. Og þá þetta, ef við tala þessi hópur til dæmis, hvað fáum þau aðlöguna? Herðu, hún komin hingað, hún Lúbí, og hún barn fátækrar konu, innflytjenda, og sem þurfti að vinna mikið. Og hún var í grunnskólanum og Andá búin að vera að segja frá rannsóknum sínum þar sem hún talaði við töluverðan fjölda barna og foreldra og kennara reynslu þeirra á íslenska skólakerfinu, og það kom í ljós að kannski 70% voru bara til dæmis sátt við það en 30% ekki, og við erum að reyna að átta okkur á því hvað það hvort það sé kerfið sem hefur brugðist, hvort að skólarnir eigi að taka tilliti til þess að krakkarnir koma svona misnestaðra heiman, og það mikill stuðningur sem hægt að reikna með að þau fái heima, eða hvort að allir fái bara sömu þjónustuna, og svo kemur í ljós að börnir sem að búa á heimilu þar sem kannski ekki töluð íslenska, og þar sem að fólk vinnur mikið og kannski í erfiðleikum með að veita þeim þann mikla stuðning sem að þau þurfa umfram önnur börn. Gætu þú gefa okkur svona smá reynslu af þinni skólagöngu, af reynslunni af grunnskólanum íslenska? Já, sem sagt, já, svona aðalega sko að foreldrar manns hafði ekki beint sko hæfnina til þess að geta aðstofað mig með heimavinnu vegna tungumála erfiðleika, og líka það að maður var svolítið bara svona bara látin fá einhverju heimavinnu, og svo átti maður bara einhvern veginn að rambast við eitthvað, og svo var einhvern veginn vissu alveg, þú veist, að ég væri með útlenska mömmu sem að, þú veist, tala ekkert rosalega góð íslensku, og svo skrítið, þú veist, að það sé ekki tekið tillit
til fjölskyldur sem eru á erlendum uppruna. Mér finnst það svona mjög furðulegt. Svo einhvern veginn ætlast til að maður einhvern veginn reddi hjálp eða foreldrar manns reddi hjálp frá einhverjum öðrum og það er ekkert endilega að fólk á eitthvað baklandi eða getur verið alltaf að tuða í einhverja vini sína eða kannski eins og íslenska vini. Mamma mín átti eiginlega bara vinkonar erlendum uppruna. Þannig þetta er svolítið mjög skrítið bara að það hafi ekki hugað að því að reyna að finna einhverja úrræði fyrir þennan hóp. Nú lýsir svo svolítið eins og skólakerfið sé eiginlega bara að bíða eftir því að þið gefist upp og dettið út úr skólakerfinu. Já, bara þó svo að foreldrar manns segi eitthvað við kennarann þá ekki tekið til þetta, maður gerir ráð fyrir því að þau skrifi niður og athugasemdir eða eitthvað og síðan kannski fara með það eitthvað í herri yfirvöld eða eitthvað svoleiðis eða komið með eitthvað svona sértæk úrræði bara eins og með fólk með ADHD eða fötlun eða eitthvað skilur. En það var ekkert gert og það hefði verið fínt að hafa allavega eitthvað heimavinnu tíma eitthvað svoleiðis sem stuðningur bara gegnum grunnskóla árin og náttúrulega líka í menntaskóla með ritgerði hefði verið fínt að hafa eitthvað svona auka tíma eða eitthvað svona aðstoð stuðning en þá var til stuðningu fyrir starffræðitíma af hverju gat það ekki veikt einhverja nokkra mínútur í einhverja smá ritgerði eitthvað leiðrétta stafsetningavillur eða málfar það er örugglega miklu auðveldara heldur en að vera eða tímanum ég að reyna að kenna starffræði. Þannig ég skil ekki alveg hvað er svona erfitt við að tróða einhverjum nokkru nemendum að veita þeim stuðning En mér finnst svolítið líka svona hroki bara eitthvað, þau læra bara íslensku, við þurfum ekkert að eyða einhverju fjármagni í að einblína á þennan hóp, þau bara læra að taka það upp eitthvað svoleiðis. Þannig við líka bara svolítið svona tillitsleysi að mínu mati. Og líka kannski bara smá fáfræði, bara hugsa ekki út í það að sumir sem að fá ekki metið nám sitt eru í lánuðu störfum og eru bara að vinna og fá kannski ekki tækifæri til þess að eignast íslenska vini. Já, bara já, það samt lendir alltaf í því að þau svona hallast að því að vera með útlenska vini. En það gæti kannski verið að því að mamma mín var í svona vernda eða átti við eitthvað svona vinnustæður sem átti eða ég held að við gegnum Efling þar sem að þau svona sáu innflytjendur, veitti þeim ákveðin störf þar sem að margir innflytjendur voru að vinna við. Þannig ég held að þess vegna kannski var það líka þannig að þau höllust að hvor öðru en það var líka það að allavega það sem mamma mín gekk í gegnum eins og í Landspítalanum það voru alltaf rosalega mikið allavega starfsfólkið þarna en íslenska starfsfólkið var rosalega svona kom ekki rosalega vel fram voru bara svona rosalega einblín á það að hún þurfi að tala íslensku í vinnunni, má ekki tala ensku eftir að hún loksins fann einhverja vinkonu sem að hún tengdi við þá var það bara oft bara, já, hætti að tala íslensku, bara í matartímanum, Þannig það náttúrulega fælir líka fólk í burtu frá kannski Íslendingunum ef að starfsumhverfið með þannig menningu, ef þú skilur, svona smá svona útlendingaandúð, eða þú veist. En þegar ég var yngri, þá var líka þannig að maður átti eiginlega ekki að vera með útlenskt nafn, ég átti að vera með íslenskt nafn. Þannig það endurspeglar svolítið svona sín stjórnvalda gagnvart útlendingum. Þú veist, að innfæddir ættu að breyta yfir íslenskt nafn. Mér fannst það svona líka mjög einkennilegt, en svo var því hætt við, að því ég held að einhvern hafi mótmælt því að það væri bara fáránlegt. Má ég bæta aðeins bara að því mér finnst þetta svo magnað í alvöru tala, mér finnst alveg magnað að við erum að hlusta í dag aðrar kynslóðir sem að koma í samfélag sem hafa ekkert fengið neitt stuðning
og það sé ekkert spáð í þessa krakka, eins og ég segi, þó ég hef alltaf aðra reynslu og þú veist, og mín raunveruleika heimur ekkert þannig, þá ég rosalega sorgmætt að það skuli vera í dag þessi staða og heyra þessa sögu að við erum að senda krakka á skóla, þú veist, alla skólagöngu, grunnskólagöngu án þess að vera með stuðning, eins og hún var réttilega bendi á, þú veist, fólk með greiningar fá alls konar aðstoð og ég persónulega því ég þurfti fara náttúrulega ganga í gegnum háskóla hérna á Íslandi, það sama saga þar, þú ekkert fá stuðning, þú ekki fá neina aðstoð, þú bara fara í gegnum bara alveg eins og allir aðri Íslendingar, sem markmið út af fyrir sig bara ágætt, sko, en það breytir því ekki að fólk erlendum uppruna að missa tækifæri. Og við erum að jaðarsetja þennan hóp meira með því að við bjóðum ekkert upp aðstoð. Bara einfalt eins og það Algjörlega, og mér finnst ég byrja að kulna líka bara sjálf af því að maður svona einhvern veginn búin að vera svona reyna að vera svona samtaka á öllum hinum, vill ekki vera eftir á eða reyna að vera svona hluti af samfélaginu og þú veist, og ég örugglega búin að fá svona einhverjum 3 sjúkdóma á lífsleiðinni og þú veist, og núna ég komin bara með ristilkrampa þar sem að ég ræð ekki við hvenær ég sofna. Þannig að samdrættir í ristilinu bróta kvíða og bara stressi og vera samt ekki að stoppa, bara að reyna að vinna mikið og reyna samt að píla mig gegn námið, en svo fattaði ég hefði bara kannski átt að fá stuðning til þess að fá jafn tækifæri og að námið hefði gengið smurt og ég hefði njótið þess að vera í námi sem ég hef gert ekki, þú veist, eina sem ég svona með vinningu á námi bara svona fjáning þess að vera hreinskilin, þannig að þú veist, báðir foreldrar mínir eru öryrkjar frekar snemma og systir mín var að detta í líka öryrkjan og ég náttúrulega bara í 45% starf, ég get ekki unni 100% starf, ég ekki búin að sækja með öryrkjana því ég bara svo maður fær svo oft fordómar frá lækkunum, svona hneykslast og skilji ekki alveg og þú veist, og þá þarf náttúrulega, ég get ekki verið að útskýra lífssöguna mína hvernig svona hluti gerast við ungt fólk. Þannig þú veist, þetta ekkert bara slæmt á fólk að erlendum uppruna sem eru einstæðar mæður sem að fá ekki menntun sína metna, heldur líka getur það bitnað á heilsu barna. Því þau náttúrulega þurfa að gangi í gegnum með foreldrarna í þessa fjárhagsstöðu. Skiljið. Þess vegna held ég að mínum að ég þurfa fyrst og fremst að hjálpa foreldra til að aðlagast samfélagi og fá stuðning áður að fara, þú veist, svo getur þau að hjálpa sín börn. Því greinilega það þarf fyrst og fremst að veita stuðning til foreldra. Skólakerfið þarf nú líka að taka tillit til þess að krakkarnir eru bara staddir þegar þeir mæta í skólan og það ekki hægt að vera bara með eina aðferð í kennslu sem á að duga fyrir allu því að við vitum að svo bara ekki. Já. En anda á sagan hennar Lúbí að þú hefur náttúrulega heyrt svona sögu áður, hún er ekki einstök. Já, veistu það ég heyra alltaf því hafist tala það byrtist allt þetta í rannsóknunum sem ég er búin að taka þátt í. Jú, við höfum mjög mikið stuðningu, það er annað hvernig eins og þú sagði Gunnar, það er ekki einn svona aðferðafræði sem að passa fyrir all börn. Við erum ekki tala bara krakka velendurbruna, við þurfum líka all börn. Sumir þurfa að sjá meira, sjá það tekningu, það þarf að lesa, það þarf að heyra, það þarf að æfa sig að segja. Það er alls konar leiðir sem passa fyrir sumbörn og passar ekki fyrir sumbörn. Þá í raun að við eigum að tala skólakerfi, menntun kennara eða starfsfólksins og líka stjórnendur að hafa þetta opin hugar og nota alls konar leiðir til að stjórna, til að kenna, til að koma fram með öll börn, ekki bara börn af erlendu uppruna.
Má ég aðeins segja eitt? Allir grunnskólar og leikskólar náttúrulega að vinna eftir skólanámskrá sem var gefin út. Senast skólanámskrá var gefin út 2011 og það kemur skýrt fram í skólanámskrá að öllum börnum skal vera veitt einstaklingsbundi stuðning. Svo mér finnst það bara svo bringlað að þetta skuli vera sinnt svona illa. Já, nákvæmlega. Það eru til reglugerð og allt þetta en það ekkert í praktískt. Það vantar sig brú á milli. Ég meina, ég man þegar sonur minn byrjaði í skólan, við erum að tala 18 ár síðan, þá var helst sérstök fund að því þetta var fyrsta skipti sem þeir voru að fá erlend krakkar inn í skóla. Og ég held að börnin voru 7 út af svona 20 manna hóp. Så þetta var svolítið stórt hlutfall og skólan held fundur og fekk siðfræðing til að koma og tala við okkur og ræða við okkur hvernig börnin læra tungumál mismunandi ef þeir eru að læra þetta sem móðurmál eða aukamál og hvernig við getum aðstoða þeim heima með að læra báða tungumálum, bara móðurmálun og líka íslensku og þetta var svo flott og maður var svo tilbúin að taka á þetta með skólan en svo gekk aldrei meira. Þú veit, það gerst ekkert meira, svo var hann bara tekinn bara inn sem Íslending í rauninni og fekk aldrei þessi auka stuðning og ég búin að fara með 2 börn í gegnum grunnskólan eftir það og það ekkert búin að vera nein breyting. Þó þessi reglur hefur komið í gang en það vantar bara þetta auka stuðning. Þurfa ekki foreldrar á einhverju hátt að setja bara kröfur á skólana? Ekki bíða þangað til skólarnir gera eitthvað fyrir krakkana. Maður hefur reynt það bara en maður kemst bara alltaf bara á loka dyr. Ég ekki búin að setja í 20 ár og gera ekki neitt. Hún Agnesía í Hafnarfirði lýsti vel hérna í einu þætti baráttu sinni við kerfið þar sem hún hafði reynt allt sem hún gat til þess að verða börnunum sínum góður stuðningur, hafði farið í háskólann að læra íslensku fyrir útlendinga fyrst og fremst til þess að geta aðstoða börnin sín og hún har búin að reyna allt en samt var það augljóst að börnin hennar þurftu meiri stuðning af því að það ekki töluð íslenska á heimilinu og það gert ráð fyrir því að foreldrarnir séu með íslenskan bakgrunn einhvern veginn í öllu námsefninu eins og hér hefur komið fram að kenna börnunum njálu og alls konar dótri en það bara Svo finnst mér líka að heimavinna. Þú veist, það bara orðin úrelt. Þá bara taka það í burtu, þá ekki að leggja auka skyldur á foreldra og börnunum eftir langa dagur í skólanum að koma heim og þurfa að berjast við einhverju heimavinnu, að lesa einhverju njálssögur eða ég veit ekki hvað. Og sérstaklega, þú veist, það greinilega ekki bara, þú veist, erfitt fyrir börn erlendubuna, það líka erfitt fyrir íslenskum börn. Þetta bara úrelt dæmi. Líka kannski aðeins að koma til kennara sem að kenna kennarunum en við í menntavísindasvið við erum með námskeið til að mennta kennara betur það kennara sem fari í gegnum menntun sem kennaramenntun þá við erum með að kenna þeim fjölmenningafræði og við erum að kenna þeim að nota fjölbreytta leiðir að kenna og við erum að stöða að gera það það koma meira svona kenna nota myndir og nota allt þetta til að kenna og hvernig það skila út það bara en önnur spurning en mér langar bara að koma það fram líka við erum að reyna að gera alls konar líka til að mennta betra kennara til að kenna börnunum betur. En svo til dæmis hjá yngri dóttur minna, hún í alþjóðaskóla Íslands en hún í íslensku bekk, þú veist, nema hún læri enska eins og íslenska líka
En við gerum þá bara, við tókum okkur saman foreldra og við gerum þá bara kröfu og sendum tölvupóst að við bara höfnum bara að krakka verið send með heimavinnu heima. Og það var tekin á þessu og ég sagði bara, ég tel mig ekki tilbúin til að taka við eftir 8 tíma eða 12 tíma vaktir að vinna, að koma heim við líka bara hlusta á barnið mitt og kenna barnið mitt heimavinnu eða bara fara í einhverju rannsóknir, einhverju verkefni og svo framvegis. Þannig þetta var tekin alveg út og kannski ekki jafnvel tekið í öðrum skólum, en foreldrar eigi bara, bara neita. Barnið að fara í skóla til að læra og klára allt í skólanum og mér finnst þetta bara úrelt að senda bara barnið með að vinna auka heimaverkefni og hvað með það að bara leggja það skyldur á foreldrum líka. Það svo sem Mættu innflytjendur láta meiri í sig heyra? Gera meiri kröfur, meiri afgerandi kröfur á menntakerfið? Afsakið. Ég alveg sammála. Það þarf að gera, sko. Það gerist ekki neitt sjálfkrafa. Við erum bæði útlensk, ég á 3 börn með manni sem er erlendum uppruna og þannig það var talað bara móðumál heima hjá mér. Ég gerði kröfu til sjálfsmíns að standa með sem foreldri og bara læra tungumál og geta aðstoða þau. Það ekkert allir þar, eins og ég sagði áður. Það bara, og það þarf að taka tillit til þess. Það bara svo einfalt mál. Hins vegar, það þarf líka það þarf að gera bara kröfur og svo á ég einn dreng sem er með sérþarfir og það þarf líka svolítið að berjast fyrir því líka. Það ekki bara, ég held að sé almennt bara, alveg sama hvort þú sért erlendum uppruna eða þarf einhverja sérþarfir, skóli ekki stakk búinn til að mæta því bara svo auðveldlega. Það bara því miður. Og þú þarft alltaf gera kröfur og ég skammast mín ekkert að segja það að ég geri kröfur og ég alveg ákveðin en það sem hjálpa mér það aftur þetta. Ég tala íslensku, ég ekki með hreim, ég hvít, kona, einfalt og á íslenska vini og bara komið vel í samfélaginu. Það skiptir líka máli og það finnst mér líka svolítið dapurlegt að heyra að það fólk hérna í samfélaginu sem einangrað, hefur ekki tengslanir, hefur enga til að hjálpa sér, og sem greinilega koma fram í þessum þáttum, trekk í trekk, þannig það segir mér að við þurfum að gera betur, einfalt. Bara, hvort sem í skóli eða samfélagi eða bara allir saman. Þannig að því að Mirabella sagði áðan að það líka aðstoða foreldrana og þá langar mig að spyrja þig, Lúbí, að því að þú varst í skólanum og varst barn og unglingur þar. Gæti þú einhvern veginn séð fyrir þér, að þið verðum búin að tala svolítið það hvernig skólinn gæti mætt þörfum þessara barna og stuttu betur. Getur þú séð fyrir þér hvernig samfélagið eða hefði getað stutt móður þína betur? Já, ég meina, eins og ég var að segja, ef að segjum svo að kennsluhættir verða kannski mun betra að það væri hægt að sleppa heimavinnu, það væri frábært. Af því að ég veit ekki alveg hvernig þetta myndi líta út í grunnskóla en allan í menntaskóla, því ég fór yfir í MK og þá var reyndar allt í tölvum. Og þá var maður minn fljótari að klára verkefnin í tímanum að það enda á því að ég þurfti ekki að gera heimavinnu. Og ekki bara það, heldur að það hækkaði einkunnina mína mun meira heldur en í skólanum sem nýtti ekki tæknina eða svona, alls konar aðferðir. Þannig ég held líka að það þarf að endurskoða svolítið svona einmitt eins og hún var að segja með þessa aðferðir, nota einhverja aðferðir og sem að með einhverju vísindilegan bakgrunn, skilurðu. Og kannski skoða svolítið hvað hinlöndin að gera. Ekki alltaf bara að reyna að finna eitthvað upp á nýtt, af því þetta allt til í nágrannalöndunum. Skiljiði. Þannig að það svolítið áhugavert að segja alltaf að það sé nú rannsóknir og bla bla bla, en þeir nýta ekki þessar rannsóknir sem eru, með gagna þau séu að virka. Eins og með þessar sjónræna myndir, heyrn og blanda alls konar aðferðir og þá þarf maður ekki að eyða jafn langan tíma í að læra, skiljiði. Þannig að Ég hef 2 upplifun af því
ég kom hingað til Ísland, svo var alveg upp hér, svo flutti ég líka heim til mín og voru þá með Íslands börn í kerfi úti og munurinn var gríðalegt. Börnin minn voru sett í sérstök prógram úti þar sem þeir þurftu að fara tvisvar í viku í sérstök þetta heit Rainbow herbyggi þar sem þeir fóru og fengu auka stuðning. Þetta var metið eftir hvað vantaði stafræðishjálp, vantaði tungumálhjálp, vantaði hvað segir maður, samskiptishjálp, þú veit, að læra að tengja börnin eða hvað þetta var og yngsta dóttir minn lendi því að hún þurfti bara hjálp með öll þessi þætti og þá fengu hún mannesku sem hún hitti tvisvar í viku og fóru yfir þessi þætti. Hún var kennt hvernig til að, bara fekk þessi auka stuðning og þetta eitthvað til dæmis sem hefur getið hjálpað henni helling hérna á Íslandi en hún fekk ekkert svoleiðis hér. Það átti að vera til staðar en stundum var tíminn bara aflýst án þess að við fengum ekki vita neitt og stundum var það bara nokkru vikur þar sem tíminn stóðst ekki og hún fekk aldrei þessi tíminn bætt upp. Þetta var rosalegt að sjá munurinn á hvernig það var gert heima og hvernig það var gert hér á Íslandi. Kannski bara þetta að meina þá þetta að tala einhvers konar bara hæfnismat eða persónuleikamat eða eitthvað svoleiðis. Nei, þetta var bara þannig að það var bara hjarninu. Það var svona bara stuðningskerfi sem var fyrir utan skólan, þetta var samt í skólanum og það var rekið sem var með kennarabakgrunn og kennarar í skólanum, ef þeir sjá barn sem var í einhverju erfiðleika, þá gat þeir bent þeim á að fara í þessi kerfi. Þá voru bara tekin þar inn og fekk svona auka stuðning í þenn þátt sem þeir þurfti. Ef þetta var eins og segja bara, kannski var barn rosalega feiminn og var ekkert að nálgast vinir og svona, þá gat þeir fengið hjálp með það. Ef þeir vandu auka hjálp með stafræði, þá fengu þeir það. Sum börn sem fóru inn í kerfi voru til dæmis börn sem þurftu að læra á ensku heima, en hvorki foreldrar töluðu ensku. Nei, þeir þurftu að læra ensku í skólanum, en þeir voru ekki með það tungumál heima. Svo foreldrar gat ekki hjálpað með heimavinnu og svona. Það fengu auka stuðning með það. Það er líka, það er líka held ég smá hægt að gera það vegna þess að maður getur lendi að útskúfa þessu börn. Að taka alltaf með einhverju sérkerfi og sérkennsla og þeir voru hrætt með það Þeir voru mjög hrætt með það í byrjun. Og en svo fór það að vera svo vinsælt að það voru hinn krakkarna sem fengu stundum að fara í þetta sem þurfti raunin ekkert hjálp bara því það var svo spennandi. Þeir vildi líka fara í herbyggi og fá að vera þar. Svo krakkarna sem voru sem sýndi áhuga voru leyft að fara stundum líka. Hérna hefur komið fram svona hugmyndin að kannski setja betra annars staðar og við getum lært af öðru þjóðum. Svo nú hérna upp í menntavísindasviði háskólans og eftir að geta haft yfirsýn yfir það. Stönduðu okkur jafnvel og næstu lönd eða eru við lakari eða eru við á eftir? Hvar eru við? Já, mér finnst að það bara, auðvitað við vorum að skoða líka Hinland og einhver veginn, það er eitthvað, bara það er ekki sérstaklega kerfi til að hjálpa til eins og en ég vissi það, það var svo til langt síðan, Reykjavíkurborg var með eftir svona prógram, eftir skólaprógram. Og sum nemendur af erlendum uppruna fengu að fara í heimanám í þennan tíma og kennararnir geta farið þangað að hjálpa þeim og þetta gekk rosalega vel og þá þessi tekin út og það nemendur bara missa þetta að fá þetta aðstoð fyrir heimavinnu eftir skóla. En mér langar bara að segja líka heimavinna, það ekki að vera fyrir foreldra að kenna börnunum sínum. Heimavinnu það bara fyrir nemendur að fá það fára æfa sig, það sem þau búin að læra á daginn. Og það með þetta
þá þau eiga búin að læra. Það kennara eiga að vera viss og vita þar að nemendur hafa lært þetta efni og það sem þarf að gera er að fara heim að æfa meira. Eins og segir bara nemendur læra að gera plus. 3 + 4 er 6 og þau gera fleira dæmi til að æfa sig. Og foreldrar eiga ekki taka þetta að sér að kenna börnunum. Það er alveg rétt hjá þér, Candice. Það er ekki hlutverk foreldrar að kenna börnunum sínum. Það er eitthvað mikið að. Það er ekki þannig hjá dóttur minni. Hún kemur heim með heimalærdóm sem hún þarf bara að læra frá grunni. Það er ekki bara hún sé að koma heim og æfa sig. Ég veit ekki hvernig það er hjá ykkur. Jú, tekundir. Ég þarf bara sjálf, bara í vikunni, í klukkutíma að reikna dæmi fyrir dóttur minni. Ég er sammála. Þannig þetta ætti vera þannig, þú veist, eins og segi, inn í praxis er þetta ekki þannig. Í fyrstu COVID-bylgjunni satt ég hérna heima að kenna barninu mínum, þú veist, hérna samheiti, andheiti og alls konar svona sem hann ætti vera löngu búin að læra í skóla í fyrsta, öðrum og 3. bekk. En þetta er bara, þú veist, í praxis er þetta ekki endilega þannig, þannig þú þarf að hafa þekkingu. Núna í COVID til dæmis að dóttir minn ekki með neitt kennslu í gangi. Hún fær bara verkefni sem hún þátti bara að skila og það telst sem viðveru. Sem hún skilur ekki verkefni þá missur hún stig í viðveru. En það er engin kennslu. Það er engin hittingar á tölvu og ekkert svoleiðis. Eitt í viðbót. Ég var daginn, mamma, ég á litla systur sem er 8 ára og hún átti einmitt að gera heimavinnu. Og bókin sem hún er með er náttúrulega frá einhverju fyrirtæki sem er alveg, þú veist, sem að sér að hanna einhverju stærðfræðibækur. Og það átti víst að vera einhver svona orða, þú veist, mátti einhvern veginn fatta út frá orðalagi hvað er verið að meina og svo átti maður að reikna. Og þetta var rosalega óskýrt. Ég er mjög ósammála að þau þurfi, að þau séu að kaupa bækur frá einhverju fyrirtæki, þú veist, og sem er ekki til samræmi kannski við hvað þau eru að kenna beint. Frekar að sér hana bara nám fyrir skólan og kennarar séu svona í samtaka við þetta hefti sem er, þú veist, búin til á skólanum og allir á landinu fá. Svo að sé, þú veist, sömu menntun allstaðar. Ekki að vera að kaupa einhverja bók frá einhverju fyrirtæki og svo einhvern veginn er ekki búið að yfirfara, þú veist, hvort það sé eitthvað athugavert sem maður þarf kannski að skoða. Þannig mér finnst það líka svona oft svona leti, sorry bara að ég sé að nota, þú veist, leti, en þú veist, það er eitthvað svona... Það má gagnrýna, það er komið fram hérna, má gera kröfur og það má gagnrýna. Þú veist, bara vera að kenna bara eitthvað og svo bara koma eitthvað, þú veist, eitthvað bók sem er keypt fyrir einhverju fyrirtæki og bara láti börnin, þú veist, læra á það og halda að það dugi bara af því að eitthvað fyrirtæki gaf það út. En svo voru alveg helling sem ég hefði viljað setja athugasemd hvernig orðalag var nota sem að brýtur niður börnin og nýji kærasti mömmu sem íslenskur. Hún var að reyna að rökræða við hann hvað er þýðingin á setningunni og hann íslenskur skilur. Þú veist og hann skildi þetta ekki alveg. Þetta var mjög óskýrt. Þannig að þetta er ekki bara, einmitt eins og þau voru að segja, með fólk að erlendum upprönd, líka Íslendingarnir sem eru í basli við orðalag þessa hefta sem að koma frá einhverjum fyrirtækjum, sem er ekki í samræmi við kannski kennslu kennara. Við erum búin að vera mest að tala núna grunnskólan og mér langar aðeins svona í lokin af því að ég býst við að þú hefur haft áhuga á því að skoða stöðu krakkarna í 10. bekk áður en farið í framhaldsskólann vegna þess að það er mikið brottfall nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskólanum og það hefur komið fram í þessum þáttum að nemendum í háskólanum eru 2% af erlendum uppruna og meðan að það eru 15% þjóðarinnar sem eru erlendum uppruna. Þannig það er augljóst að þegar skólaskiptunni lýkur að þá fara krakkar af erlendum uppruna bara að falla út úr skólakerfinu. Hvað er kannski framhaldsskólinn og háskólinn jafnvel verri heldur en grunnskólinn í því að aðlaga sig að því að nemendurnir eru með ólíka bakgrunn? Hefur tilfengur við því? Já, ég meina að þetta er bara mikið að vera í grunnskóla. Það er ekki að segja að það er sama að fara í framhaldsskóla. Það er mikið meira kröfu
í framhaldsskóla og ekki að segja að þetta fer líka eftir hvaða framhaldsskóla þú að hugsa. Það við getum ekki neitað því, það elita hópur af framhaldsskólum sem mjög fáir nefnda velurutna fá að fara í. Til dæmis. Það tala skólana sem að mesta eftirspurnin eftir MR og Verslunarskólan. Já, ég meina ef þú fara þangað, ef nefnandi af erlendu uppruna að velja að fara þangað, þá tekið bara vera að bara bjarga sér. Fyrst og fremst að ég ekki fá meira en 8-9 til að koma sér inn. Og annað það þegar þú komin inn þá þú þarf að standa á sínum fótum. Það engin, ég ekki alveg viss að ekki mikið aðstoð þar. Þá kannski það bara hugsa þú nefndir svona góði þau engar hjálp þar. En eftir það nefndu af erlendu uppruna fara meira í hinn skóla. Af því að þarna það myndi að vera aðstoð og gott þetta ég ekki alveg viss en svo þessi hópur sem ég var að skoða við erum að tala þetta þetta 30% en þegar ég horfa á þau ég sér enga fyrir minn skoðun ég sé engan veginn að þessi krakkar myndi að funka til að klára framhaldsskóla. Ég búin að sjá það að þeir myndi ekki klára skóla. Og ef við tala 50%, þá vera bara 20% eftir sem 50-50. Þessa tölu segja mjög mikið. En áður við byrjuðum, ég líka að spyrja, það tala 60% af nefndu af íslenskum uppruna fari í framhaldsskóla sem voru nýnema sem fóru í framhaldsskóla. Ég að spyrja af hverju ekki líka með töluna hvað mörg prósenta nefndu af erlendu uppruna fóru í framhaldsskóla og hvað þetta 50%? Hvað það þýðir? Þessar töluna segja mér ekki rosalega mikið. Það vantar töluna. Hvað byrjun? Við þurfum bara enduna. En við sjáum þetta, ef nefndu af erlendu uppruna hafa ekki ef við tala íslenskuna, það ekki bara eitt umhverfi. Það annars sem við tala hvernig þetta við segjum sense of belonging. Það ekki bara taka þess að fara í framhaldsskóla og hvernig þetta stuðningskerfi félagslega í framhaldsskóla sem þessi krakka eiga til að vera áfram. Við vitum það krakkarnir okkar fara í skóla ekki bara til að læra. Þeir vilja fara til að hafa vinir og það hafa líka gaman. Ef þau hafa það ekki, þá detta það út. Fyrir utan þetta, ef þeir eiga ekki vinir sem af íslenskum uppruna, það vantar þetta líka stuðningin hjá þeim. Það koma í hópnum, jafnvel í heimanám, það geta borið saman og tala saman og hjálpa hvorum öðrum. Ef maður tala bara nefndu af erlendu uppruna saman, ef þeir voru að missa fótinn, þeir bara geta bara missa fótinn saman og vantar þetta aðstoð. Það vantar það líka í hina áttina, ef ég máttu segja það, ef þetta segja að það séu fáir nemendur af erlendu uppruna sem að fara í svona svokölluðu fínu skóla sem eftirspurn eftir, Verslunarskólan og MR, þá náttúrulega því að skólatíminn æfing okkar fyrir að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og ef við erum inn í skólum þar sem eru bara innflytjendurnir eru faldir, þá náttúrulega fólk sem kemur út úr þeirri skólagöngu náttúrulega næstu óhæft til að taka þátt í samfélaginu eins og það vegna þess að það hefur lifað í svo mikil einangrun frá hinu raunverulega samfélagi. En leifum mér bara klára bara einn punkt í viðbóð,
Og ekkert að segja það, allir þetta að nemendur af erlendum svona helpless. Þeir mjög virk að hjálpa hvorum öðrum. Ég dæmi einn nemandi sem ég inn í rannsóknum minni segja, já, ég rosa góð í stærðfræði, þá ég myndi að kenna vinkunum minni að hjálpa henni með heimavinnu í stærðfræði og hún hjálpa mér með enskuna. Þá það ekki, það líka kunna alls konar að hjálpa hvorum öðrum og eitt sem mig langar bara síðast orðin að skila eftir nefnandi af erlendum uppruna og það fyrsta kynslóð, þegar annar kynslóð, þriðja kynslóð, þau menningi þeirra, tungumálin þeirra sem þau koma með, fjölmenninga þau koma inn í skólakerfi mikið auðlinn sem skólakerfi að taka gaum á og nota það til að byggja á, til að það hjálpa þeim að takast að vera áfram að takast inn í skólakerfi. Og þetta viðhorf skólakerfi sem þau að breyta í staðinn að horfa þau sem bara í svona skotti eitthvað, þau eru ekki að skotta. Þau hafa þessa auðlinda að byggja á og bæta á endalaust. Og við þurfum að munna það. Ég þakka fyrir að þetta og við látum þetta verða svona lokin. Við höfum svolítið verið að einblína á hvað hvað samfélagi getur gert betur og þá kemur líka fram að margir innflytjendur verða kannski undir og komast inn í samfélagið og ég treysti því að það sem að þið eruð hérna við borðið og sýni það að margir innflytjendur sem að virkilega geta plummað sig í samfélaginu og ná tökum á því að blandast, að þá átti hlustendur sig á því að þetta á alls ekki við alla innflytjendur. En ég þakka þér kærlega fyrir Andá og ykkur Jasmína og Candice, Mirabella, Ruby og Gundeka kærlega fyrir að koma hingað. Ég held að við munum reyna að halda áfram umræðinu innflytjendur í samfélaginu og vonandi sjáið þið ykkur fært að koma hingað aftur seinna og svo bætist alltaf í hópinn. Ég vona að verði eitthvað gott út úr þessum þáttum okkar. Rauðaborðið er búið núna. Á morgun verður ýmislegt á dagskrá á samstöðinni. Rauðaborðið verður í Hjalla klukkan 8. Kvöldið þá verður kaffistofan klukkan 10 sem er umfjöllun verkalýðsbaráttuna og fyrrum daginn klukkan 6 er Kona með höfuð þáttur sem fjallar sósíalískan feminisma. Þetta getið þið séð allt á síðu samstöðurinnar á Facebook og YouTube og þið getið líka séð þetta á heimasíðu samstöðurinnar sem heit samstöðun.is. En ég þakka fyrir í kvöld. Takk fyrir mig.